Velkomin í þáttaröðina Gönguleiðir. Hér í skógum undir Eyjafjöllum hefur löngum þótt fallegt og það einmitt hérna sem við hefjum gönguför okkar í dag. Við ætlum að rölta kringu þetta fallega fjall hér á bak við okkur, Drangshlíðarfjall, undir leiðsögn Þórðar Tómassonar. Þórður, nú stendur þetta fjall hér eins og píramídi niður á sléttlandinu. Hvað þetta annars hátt? Fjallið við 478 metrar á hæð. Þetta Móbergsfjall og ungt í jarðsögu, sennilega myndaði gos á sjávarbotni. Það endar síðst á þeirri hlið sem að snýr hér að okkur í Skóganúpi og bak við Skóganúp upp í brúninni Melrakkadalur og svo skammt norðar býlið Drangshlíðardalur sem var byggður fyrst árið 1855. Já, þá komið að Langabóli, austan í Skóganúp og við nemum hér staðar í hinum gamla stekk Drangshlíðarbænda. Hér var kvífé stekkjað stekktíð fyrir fráfærur fjölda ára og hérna líka staðurinn þar sem Einar Ísleifsson, skipasmiður á Seljalandi, smíðaði áraskipið Trausta fyrir séra Kjartan Jónsson í Skógum og úr því að hér komið þá rétt að renna auga sínu sem snöggvast hér austur við sléttuna og niður að sjónum. Hér horfir við Skógasandur, nú að verulegu leyti gróinn. Hér túnrækt mikil frá austur Eyfellingum. Austar upp yfir Skógasand rís upp Pétursey í Mýrdal og Mýrdalsfjöllin horfa hérna við upp að Sólheimaheiði. Og ég má ekki gleyma heldur að geta þá fornu trú Eyfellinga að hér í Skóganúpi, hér í Langabóli, væri kirkjustaður huldufólks og ekki margir kirkjustaðir í víðri veröld öllu veglegri heldur en Skóganúpur. Það fær nú þá vel á því að við drögum hér upp kortið og lítum aðeins yfir þá leið sem við ætlum að ganga í dag. Þannig að bæði mennskir menn og álfar sjái. Við erum staddir hérna í Fagrabóli, segir þú? Í Langabóli. Langabóli, og hvert ferðinni heitir? Og við höldum þá hérðan í næsta áfanga að fjárrétt Drangshlíðarbænda sem hér rétt framan við hornið á fjallinu og frá henni liggur leiðin síðan vestur með bæjum, vestur Krókinn sem kallaður var og fyrir suðvestur hornið á Hrútafelli og inn með fjallinu að vestanverðu og síðan þegar kemur að fjallsendanum inn hjá Kaldaklifsárgili þá liggur leiðin yfir fjallsöxlina niður í Drangshlíðardal og ætli við endum ekki svo gönguna hér upp í Melrakkadal hér á bakvið Núpinn og þá maður það bil búinn að loka hringnum. Um 100 ára þá var fjárrétt bænda í Drangshlíð og Skarðshlíð hér í þessari rétt neðan við Drangshlíðarhlaup og vonandi verður þetta friðaður minjastaður í framtíð. Nú fjárgatan upp á Núpinn og upp í heiðina, hún liggur hér Langastíg, hér skammt fyrir ofan. Og þetta var einnig oft kirkjugata fólks hér á nágrannabæjum á leið til Skógakirkju þegar að erfitt var að komast fyrir gangandi fólk yfir Skógaá og var þá farið yfir ána á svokölluðum steinboga skammt fyrir innan Skógafoss. En kirkjugötur gangandi fólks lágu hér löngum með hlíðinni og hér nálægt þessum stað við gamla túngarðinn í Drangshlíð skeiði sá örlega atburður fyrir löngu að feðgar í Drangshlíð voru við járningu á hesti. Drengurinn hélt hópnum. Faðirinn spurði drenginn, hvar heldur þú að naglinn komi út? Og drengurinn svaraði, einhvers staðar fyrir ofan héð. Við það varð faðirinn svo reiður að hann rak járningahamarinn í höfuð drengnum og féll hann dauður niður
og upp af blóði hans óx síðan gróður sem kallaðist brenninötrur. Það eru ýmsar aðrar þjóðsögur sem að tengjast byggðinni í Drangshlíð og þá allra helst Drangnum sem rís hér upp af sléttunni og setur mikinn svip á landið. Jarðfræðin kennir okkur það að þessi Drangur sé til orðinn við Brimrof frá þeim tíma þegar að sjór féll hérna upp að Hömrum, en þjóðsagan á sér tvær skýringar á myndun hans. Önnur þjóðsagan segir að hann sé kaupskip í álögum, en hinn þjóðsagan segir að Grettir Ásmundarson hinn sterki hafi spyrt honum hér ofan úr fjallsbrúninni, ofan við Skarðshlíð, og steypt honum hér yfir bæinn í Skarðshlíð og hér niður á grundina. Skarðið heitir Grettis skarð og tvö önnur örnefni minna á Gretti, þar að segja Grettis spor sem að minnir á spor eftir risafót hér í austan í Hrútafelli, og Grettis gluggi sem að er í klettinum þarna uppi á fjallinu. Það eru tvær hendingar í gamalli þulu byggðina undir Eyjafjöllum sem minna á þessa þjóðsögu, en hendingarnar eru svona: Drangurinn í Drangshlíð datt ofan yfir Skarðshlíð. En Drangurinn er einn merkilegasti minjastaður byggðarinnar og sýnir manni mjög vel hvernig fólk fór að því að lifa með landinu, meðal annars í því að nota þetta slútandi berg til að byggja húsin sín upp í það til að spara trjáið og til að fá gott skjól. Aldaraðir þá voru fjós Drangshlíðarbænda hér undir Drangnum, allt fram undir 1930. Og það voru ákaflega mikil samskipti milli fólksins sem bjó hér í Drangshlíð og huldufólksins sem bjó í Drangnum, og af því eru ýmsar sagnir. Meðal annars mátti aldrei vaka hér yfir kú í fjósi, því annars bar eitthvað út af góðri reglu. Það var huldufólki sem að tók að sér að annast kýrnar burðinn. Það tók á móti kálfinum og mjólkaði kúna og gaf kálfinum og setti mjólkurskjóluna frá sér á aðvikinn stað í fjósinu. Og það var rétt aldamótin 1800 þegar að forfaðir minn, Brandur, bjó hér í Drangshlíð, að hann ætlaði að rjúfa þessa gömlu reglu og fór hér niður að fjósi til þess að fylgjast með kúumburð. En þegar hann kom að fjósdyrunum þá var kálfinum kastað dauðum í fangið á honum svo hann hrökklaðist tilbaka. Og rétt hér í grendinni er staður sem að er svona ýmsu leyti áþekkur Drangnum í Drangshlíð, og það er hellirinn á Hrútafelli eða Hrútshellir. Hann er í klettarana sem gengur suður frá Hrútafelli niður að láglendinu. Hellirinn er tvískiptur, aðalhellirinn er hér mun neðar og tengdur nú fjárhúsi frá þessari öld. Efri hellirinn er hér miklu mun minni, hann er nefndur Stúka og það er gengt úr honum í neðri hellinn. Á 19. öld eða í sögnum 19. aldar manna þá sagði sagan svo að Rútur bóndi á Hrútafelli hefði fyrstur búið í þessum helli, og við víkjum þá þegar inn er komið að sögunni bóndan og vist hans í hellinum. Sagan segir að Rútur bóndi á Hrútafelli hafi átt sér svefnstað hér inni í stúkunni, og hér fyrir gafli sjáum við flet hans eða sængurstað, og þetta er greinilega höggvið af mönnum. Rútur hann átti sér 5 þræla sem hötuðust við hann og sóttu eftir lífi hans, og þeir tóku það til bragðs að þeir hjuggu gat á gólfið undir fletinu neðan frá aðalhellinum og ætluðu að leggja hann
spjótum til bana upp gatið, en Rútur komst að ætlan þeirra og sótti eftir þeim og drap þá á tilgreindum stöðum hér í sveitinni sem að enn bera nöfn eftir þeim. En við sjáum það ef við lítum hér upp í gaflinn að kristnir menn hafa búið hér, því þarna greinilegt krossmark höggvið. Aðgangan í aðalhellinn og gatið eru tillugt, en við sjáum aðstæður betur þegar við komum inn í aðalhellinn hér fyrir neðan. Aðstæður eru heldur erfiðar til skoðunar núna í einum forna skemmuhelli Hrútafells, en hér upp í rjárinu heybæki sem lokar leiðinni upp í stúkuna, en þetta gatið sem þrælar Rútsbónda áttu að hafa höggvið á endur fyrir löngu þeir sóttust eftir lífi hans. Hér undir norður hlið Hrútafells komum við að hinu gamla sauðabóli Hrútafellsbænda og hér rétt ofar svo jarðgrafin heilhlaða í tryggu skjóli við bergvegginn. Hér í botni Kleifarhellis í landi Hrútafells sístreymandi silfurtær lind út úr bergi og frá fornu fari var þetta álítin lækningalind og fólk sótti hingað vatn víða að úr sveitinni til lækninga veiku fólki síðast 1940. Þú bara með glasi með þér? Fyrirhyggja. Og hvernig væri svo að fá sér dropa af þessu lífsins vatni áður en við leggjum á veginn inn á Hrútafellsklif. Á göngunni frá Kleifarhelli inn á Hrútafellsklif vert að vekja athygli á öllum þeim fagra og fjölbreytta gróðri sem dafnar hér í hlíðum og í bergi og fíllinn sem svífur hérna með bergi og situr á syllum, hann á mikinn þátt í því að efla gróskuna hérna uppi í fjallinu. Fíllinn hann tók heima á þessum slóðum
snemma á 19. öld og bændurnir þeir sóttu mikla björg í bú í fílabyggðirnar hér í þessu fjalli og inn í Kaldaklifsgili. Fíllinn hið mesta hnossgæti, þeir sem á annan borð hafa komist á bragðið. Nú þetta land hefði líka allt stráð örnefnum, bæði Hrútafjall og Drangshlíðarfjall, örnefnum sem of langt upp að telja, en það má vekja athygli á nátttröllunum sem dagaði hér upp í árdagasögunar, hér í öxlinni uppi við fjallsendan. Kerlingin, hún horfir hérna mjög vel við okkur, en karlinn, bóndi hennar, rís litlu ofar og horfir vel við frá öðru sjónarhorni. Frá neðra kliði í Hrútafellsheiði opnast nýtt sjónarsvið inn til Kaldaklifsár og Kaldaklifsgils. Á eystri hönd Hrútafellsheiði, á vestri hönd Rauðafellsheiði og hér innst inni sjáum við skriðjökul sem gengur niður frá austanverðum Eyjafjallajökli. Og hérðan liggur þá leiðin upp á Efraklif að Seljarústum Hrútafellsbænda. Bændurnir hafa valið sér hér sérstöðu með fögru útsýni haf og hauður og fjöll, en vindarnir blása oft strangt hér austan úr heiðinni. Selhúsin á hverju búi voru venjulega 3, það var búr og eldhús og svefnhús og það mótar skýrt fyrir þessum tóftum hér í landslæginu. Sellækurinn hér handan við bakkann. Og svo sækjum við heim Drangshlíðardal og gamlu sögusteinana Grindarsteina. Grindarsteinar draga að sögn nafn sitt af ódáðaverki sem hér var unnið á miðöldum. Þá var Markús Þorsteinsson bóndi í Skógum drepinn af tengdasyni sínum Sæmundi Stefánssyni. Þetta skeiði árið 1390 að vitni annála og Skógverjar hinir fornu mistu þá eignir sínar í konungssjóð. Það er alveg ótrúlega hvað þú ert léttur á fæti og búinn að vera þá þessari gönguleið okkar. En það við sko líta þess á kortið og... Ég er gamall smali. Og sjá hvað við erum búinir að gera í dag. Við byrjum hérna við Langaból, fórum síðan að Núpsrétt og að Drangnum í Drangshlíðarfjalli og litum inn í Hrútshelli, fórum síðan norður fyrir og drukkum af lækningalindinni í Kleifarhelli. Og á leiðinni hér yfir hálsinn þá komum við í Selstöðu og röltum síðan hér niður Drangshlíðardal og að þessum Grindarsteinum. Og ég þakka þér kærlega fyrir leiðsögnina í dag. Sömuleiðis. En í næsta þætti ætlum við dálítið óvenjulegra ferðalag. Því að þá verður gönguleiðin í Papey.